Fyrsta skrefið var að ég fekk símtal frá Unnu og þetta var nú hugmynd frá henni upphaflega. Og svo fór það í gegnum einhverjar nefndir og svo bara settist það. Kemur til af samtali mínu var hvað mig langaði að gera og hvað leikhúsið var að hugsa sér að vinna með á komandi leikári. Og þá kom þessi hugmynd að gera hugsanlega skoða Atómstöðina sem verkefni og ég sagði að mér finnst það væri áhugavert fyrir mig og mér finnst það sérstaklega áhugavert ef að Dóri kæmi að því verkefni af því að ég teldi Dóra að vera mannin í að líta aftur á verk Halldórs Laxness og vinna upp úr þeim eitthvað svona nýtt leikverk. Það sem ég finnst mikilvægt í þessu er þetta orð endurlit, að við í rauninni okkar markmið er ekki að segja nákvæmlega söguna eins og Halldór Laxness skrifar hana, heldur að líta á hann aftur, spyrja okkur þeirra spurningar sem hann er líka að spyrja í bókinni og kannski varpa þeim fram á annan hátt eða spyrja þeirra í aðeins öðru samhengi. Hvaða erindi á Atómstöðin við fólk í dag, þessi spurningin og og það er það sem kveikti í mér við þetta því við búum í landi þar sem fólk er gríðarlega ósammála og það er rifist ótrúlega mikið. Þú getur ekki kveikt á Facebook logar stöðugt. Það er bara stöðugur eldur á Facebook milli Íslendinga sem eru bara djúp ósammála það hvernig að haga lífi sínu og víglínan færist, hún er alltaf að færast. Einu sem var þetta vinstri menn á móti hægri mennum, svo er þetta einhvern veginn dýraverndarsinnar á móti læknum í Vestmannaeyjum sem vilja bara borða kjöt og þetta flöktir og við erum alltaf einhvern veginn að rífast og þegar ég skoða Atómstöðina sem er gefin út beint inn í deilur sem eru í gangi þá ég er ekki að segja að við höfum verið sammála eða sameinuð upp að því marki en allt í einu hugsaði bara byrjaði þetta þarna. Bara tvístraðist þessi þjóð í kringum þetta leyti. Þú veist, var það þessi spurning sem sett okkur í sitthvort hornið eins og það gerði bara víðsvegar í Evrópu, skilur, erum við að fara austur eða vestur. Og ég hugsaði bara, eru deilurnar í dag einhvers konar afsprengi af þessum deilum og það er það sem kveikti í mér og er það sem ég held að fólk geti tengt við þegar kemur að þessu sýningu. Þetta er nefnilega alveg nákvæmlega sama og ég hugsa líka og það er líka þessi spurning og sem ég held að við séum aftur í dag að spyrja okkur og alltaf að spyrja okkur hvernig þjóðfélag viljum við vera og hver eru þessi grunngildi sem við viljum standa fyrir af því það er verið alltaf að rífast. Og svo færist bara víglínan. Já, þetta er alltaf bara grunngildi. Grunngildin, hver eru við, hvenær eru við frjáls, hvenær eru við ekki frjáls, hvernig viljum við haga menntakerfinu, hvernig viljum við, hvað er fallegt, hvað er ekki fallegt. Þetta er bara, það er allt, mér finnst bókin alveg verið að tala þessa hluti sem er nákvæmlega sama og við verið að tala í dag. Þegar við tölum bara fóstureyðingar og alls konar svona hluti. Þetta á allt rætur sínar smá að rekja til þessara umræðu sem kviknaði út allan heim á Vesturlöndum þetta leyti. Og við erum, mér leiðist að vera gæinn sem er að siðferðislega neyða fólk til að fara í leikhús. Það er bara að segja, ég held þú bara áttið ekki á lífinu fyrir hún sér þessa sýningu. Ég held þú bara getur ekki kosið fyrir hún búin að sjá þessa sýningu. Skilur við, auðvitað ekki. Þetta er líka bara fjör og gaman og stemning. Og ég held að kannski svona leyndarmálið við alla góða list er að þú átt bara að hafa gaman þangað til í lokin. Þá kannski fattar að þetta var eitthvað meira. Og ég held að það sé eitthvað, ég held að séu spurningarna sem við séum bara ekki ennþá búin að svara sem þjóð. Og hinn nýja kynslóð er kannski kynslóðin sem vill bæði éta og eiga kökuna. Við viljum einhvern veginn vera, skilur, velferðarsamfélag með, skilur, 40 mánaða fæðingarorlofi en samt einhvern veginn á Instagram líka. Og ekki borga neina skatta. Ekki borga neina skatta og glæsileg, skilur. Þannig að við erum engu nær sem þjóð, skilur. Og þannig er Atómstöðin, hún er skrifuð inn í deilur og í dag þá kannski finnst mér þessi sýning vera fyrir mér núna á þessu tímapunkti, hún er óður til hinnar ósammála þjóðar. Mér sem leikstjóri finnst það yfirleitt langa áhugaverðast í leikhúsi að og ég deili okkur ekki vera að leitast við að svara neinum spurningum, heldur fyrir eitthvað bara að spyrja þeirra og varpa þeirra fram og draga kannski fram einhverjar hliðar eða setja í eitthvað samhengi og svo verður eitthvað nýtt eða eitthvað önnur spurning. Og það finnst mér allavega persónulega áhugaverðast að mér sé búið í eitthvað ferðalag sem krafst þess að mér að ég hugsa eitthvað, bæði tilfinningarlega og vitsmunalega. Mér finnst okkur hafa tekist það sem við lögðum af stað með þegar við tölum fyrst saman fyrir ári síðan.